Já, góðan og blessaðan daginn. Í þessu stuttamyndbandi ætla ég að fara yfir uppsetningu á reglubundnum reikningum og hvernig hægt að nýta kerfið sem best fyrir þá reikninga sem eru send til greiðslu eftir ákveðnum tímabilum, hvort sem það mánaðarlega, ársfjórðungslega eða bara hvað sem hentar. Þessi virkni hentar mjög vel fyrir í raun alla veitta þjónustu, svo sem til dæmis leikskólagjöld, rukkun fyrir gæludýraleifi, húsaleigu og svo framvegis. Við finnum reglubundna reikninga undir innheimtu, undir samningar og hérna eru reglubundni reikningar. Og hér fáum við lista yfir alla þá samninga sem heyra undir þessa virkni. Í þessu sýnidæmi hef ég nú þegar búið til nokkra tegundir reikninga. Búið til leikskólareikninga, frístundareikninga, húsaleigu og nokkrar aðrar tegundir. Og við getum í raun búið til eins margar tegundir og þörf á. Við förum í listar og tegundir reikninga og hérna fáum við þá yfirlit yfir þær tegundir sem eru til í kerfinu og hvernig þær eru uppsettar. Við byrjum á því að gefa tegundinni eitthvað heiti og setjum einhverja lýsingu. Síðan tengjum við númerröð við þessa reikningagerð. Förum síðan yfir í reikningatímabil og hér getum við þá skilgreint hversu ört verið að rukka, eins og hérna á mánaðarfresti eða ársfjórðungur, hálft ár eða hvaða nú er. Hérna svo varðandi útreikninga á tímabilinu, hvort þetta sé almanaksár eða bara virkidagar, og síðan í lokin tengjum við skiptareikning við tegundina. Þegar búið að stofna tegund reiknings þá komið að því að búa til samning eða samninga fyrir viðkomandi tegund og þú gerir það í raun bara með því að smella hérna á nýtt. Hér þá veluru hvaða tegund þú ætlar að nota í samningin, smellir á enter og þá kemur númer samningsins, síðan finnur viðskiptamann sem á að vera skráður á þennan samning og þið sjáum að hérna viðskiptareikningurinn tengist beint inn á þessa tegund. Við veljum síðan einhvern forða sem að tengist náttúrulega viðkomandi, setjum inn magn og verð og síðan mjög gott að hafa hérna upphafsdagsetningu sem dæmis og hérna í leikskólanum einhver sem á kannski að byrja bara 4. maí og þá í raun spjaldi sem slíkt komið fyrir hann. Hérna svo hægt að ef þú ert að búa til marga samninga að þá svo sem geturu afritað þennan samning og búið til þá nýtt spjald og þá þarftu raun bara að breyta viðskiptamanna eða kennitölunni hér. En ef að ræða mikið magna samningum, sem kannski þegar menn að byrja alveg í byrjuninni og með tómt borð, að þá einnig gott að nýta sér Excel og hafa öll stofngögn eða stofnupplýsingar inn í Excel-skjalinu og lesa það inn og núna förum við í verkhluta og smellum á reikningatímabil til þess að taka næsta skref í ferlinu. Hérna þá listi yfir öll tímabil og allar tegundir reikninga sem að kerfið hefur búið til reikninga og hérna þegar mikið að vera og margir reikningar komnir að þá mæli ég með því að notendur búi til nokkrar afmarkanir
til þess að draga úr upplýsingamagninu hérna á síðunni. Eins og hér hef ég til dæmis bara afmörkun á frístund eða leikskólanum eða leikskóli fyrir 2025 eða fyrir húsaleiguna og svo framvegis, og hérna er til dæmis fyrir 2026 og janúar, febrúar, mars. En ef við skoðum aðeins reikningana sem til dæmis voru búnir til fyrir leikskóla og eru fyrir 2025, að þá búið að búa til hérna þá 12 tímabil, og þá bara oft þannig að notandinn býr kannski til 2, 3, 4 tímabil í einu, janúar, febrúar, mars, eða eftir ársfjórðungi eða hvernig sem það og vinnur síðan náttúrulega bara út frá einum mánuð í einu. Hérna sem þá til dæmis í fyrsta mánuðinum þá sjáum við að það voru búnir til 16 reikningar, og við getum skoðað þá, og meðan að þetta eru ennþá óbókaðir reikningar að þá hægt að bæða gera breytingu á þeim ef þörf á, en það líka hægt að eyða út úr bunkanum sem slíkum. Og svo þurfum við bara að passa að vera í réttu tímabili og smetla þá á búa til reikninga fyrir tímabil, og kerfið spyr þá, ertu vissum að þú vilja búa til reikninga fyrir valtímabil? Og það bara já. Viltu uppreikna verð tímabilsins? Og við segjum já við því, og uppreikna aðeins fyrir leikskólan, og við segjum já við því, og þá býr kerfið til reikninga fyrir alla viðkomandi samninga. Þegar þú hefur svo klárað að búa til reikninga fyrir tímabilið, þá raun reikningarnir komnir í óbóka sölureikninga, og það var spurning hvernig vinnulag notandans hvort að menn vilja fara í óbóka sölureikninga, en einnig hægt að klára ferlið bara hér og bóka reikninga tímabils, og þá bara kláraru flæðið hér og ferlið bara fer í innheimtu.